Já, hér svona típist svona grunndæmi. Spennugjafi, einn þéttir, eitthvað spenna hérna, eitthvað rýmt hérna. Hér 10 volt sem dæmi og þéttirinn 2 mikrofarad. Mikró 10 minus sjötta, 10 minus sjötta, þetta var svona 10 minus sjötta farad, eða 2 mikrofarad, og eininginni F hérna, það er farad. Og fjöldi rafeinda sem kemur á þéttinn, það gefið upp í kólumbum og 1 kólumb jafnt og svona margar rafeindir, einhverja þú veist milljónir rafeinda og eininginni því stórt C. Þetta dálítið ruglingslegt vegna þess að þið þekkið Ohms þrígildingin, Ohms lögmálið, þá erum við með hérna U deilt með I sinnum R, svona þrígildingur hérna, og ef ykkur vant, það er að segja okkur vanti viðnámið, þetta hendir yfir R jafnt og I deilt í U. Þetta venjulegi Ohms lögmálsþrígildingurinn. Hérna í þéttanum þá annar þrígildingur og hann með Q hérna upp á og rýmdinni hér C og spennunni hér. Það sem flókið hér það að Q-ið, það kólumb og það stórt C. Hérna, þetta hleðsla, það Q-ið hérna. C-ið, þetta fyrir capacity, það rýmd. Það rýmd og það gefið upp í F. Og hér bara spenna, bara volt. Spenna jafnt og volt. Það hefði verið heppilegra ef þeir hefðu bara haft C hér og fundið annan stað hérna, en þetta bara svona. Þannig að til að finna fjölda rafeinda sem í þessum þétti hérna, við vitum hvað hann stór, hann 2 mikrofarad, við vitum spennan yfir hann, setjið þið hendan hérna yfir Q-ið. Þetta hér fjöldi rafeinda í þéttinum. Hendir yfir Q, Q jafnt og rýmd sem spenna. Þannig að hleðslan á þéttinum hér, tökum annað liti í þetta hérna bara. Q hérna jafnt og rýmd sinnum U, þá jafnt og 2 mikrofarad sinnum 10 volt og við vitum þá þegar hér mikró að þá eru svarið í mikró og það eru kólumb, svona C. Og tilfellin 10-20, þetta eru 20 mikrokólumb. Í þessum þétti hér við 10 volt eru 20 mikrokólumb af rafeindum, sem bara ákveðin fjöldi rafeinda. Þessi reikningar snúast að mestu það er þessi þrígildingur hér, og hérna, en aðeins skoða þetta hérna, en rafeindir eru þannig að það eru svo blaðra, stór blaðra, og þær eru dýnamískar, það er að þjappa þeim saman, og ef þið hafið stórt ílát, og segjum að það séu í 10 rafeindir, og ílátið bara þá eiginlega svona fullt, svo tróðið þið 10 viðbótinn, þá fara þær saman. Og segjum að hérna séu 10 volt hérna og hér eru þessi 20 mikrokólumb. Ef við hækkum spennunum helming við 20 volt, þá komið þið 2-falt fleiri rafeindir fyrir í þéttin. Þá fer það hér upp í 40. Þannig að hærri spenna yfir þétti þýðir fleiri rafeindir á plötunum og fleiri plúsar hinum megin og sterkara rafsvið. Það er fleiri rafeindir. Þannig að spennan hefur bein áhrif á fjölda rafeinda í þétti. Við skulum taka annað dæmi.